So okay. Þú ert ekki að sjá þetta hérna. What the fuck? Þú ert ekki búin að sjá þetta. Nei, ég er ekki búin að sjá þetta. Þetta er beautiful, sko. Já, sæl og verið velkomin að potti með Frikka. Ég heiti Frikki og í dag fékk ég til mín hann Stefán, eins og hann kallar sig Blue Phoenix Chicken. Hann hefur verið í leiklist síðan að mann eftir. Hann var með í þáttaröðinu Bummer sem er á Rúm 0 og hann er núverandi uppistandari í Secret Seller sem er í Reykjavík sem við kynntumst. Ótrúlega fyndið og áhugavert viðtalið framöndan. Ef viljið fylgjast betur með mér fyrir þetta potti þá getið tjekkað á Frikki Snappari bæði á Snapchat og Instagram. En nóg mig, gjörðu svo vel. Hæ, þetta er potti með Frikka. Welcome. Ég er huge pervert. Þú ert huge pervert, Yeah, ok. sko, ég fann þessar hérna. Ok, hvað maður? Shit, maður. Ok, hún er með nutsack. Yeah, that's Okay, futanari. okay, Like it's Áhugavert, it's a maður. girl with dick with a big old dick. Ertu into that shit? Svona transkóð? Ég er just all kinds of shit. It just depends on the day. Já, þú veist. Bara ég- Ert þú eitthvað svona, þarf ég að check my pronouns? Ert þú eitthvað Persónulega ekki, nei. Nei. En það er bara, þú veist, ég skil annað fólk sem er með henni. Þú Já. veist, maður er, þú veist, eins og þetta er listafólk, það vill vera kallað eins og, þú veist, Já. nafnunum sínum. Akkurat. Maður er með, Það er líka bara both ways. Maður verður að geta líka, þú veist, ég er með hérna vin sem er núna, hún heitir Aldís, skilur, bara beintast. En hún er ekki eitthvað cool með þetta, skilur. Hún bara, þú veist, hún veit að fólk er ekkert að vera að fatta right away. Bara Nei, eitthvað, nei, ég hún meina- ætlar að kalla her og svona. En, það er bara, þú veist, auðvitað, maður verður bara að fatta að fólk, það tegur smá stund fyrir fólk að venja sig á að breyta hvað það vill vera kallað. akkurat. Þú veist, ég persónulega vill vera svona toaster. Það er markmiðið, skilur. Ég ætla svona international toaster. Það sem ég ætla að kalla mig. Mér langar mjög mikið, sko, að gera brand, að ég bara, listan á brandið mitt vera Blue Phoenix Chicken. Ok. Erum við það Phoenix Force eða hvað? Yeah, það, veist, þetta er stupid, sko, that's the whole point, er bara það, þetta er, bara, þú veist, það er allt inn í þessu, það er strax komin litur, sem bara, þú veist, þú fattar, þú veist, strax fer á. Þú getur strax ímyndað þetta, skilur. Yeah, og síðan, þú veist, Phoenix is actually eitthvað cool, and then chicken, because I'm a fucking Chicken idiot. awesome, skilur. Ég bara fá þetta og það er bara gaman að sína það strax. Þannig að kannski bara byrja, þú ert Stefán, þú ert með hattinn, the famous hat, the sem við fínum öll, sko. Hvað er, þú veist, ég kynntist þér einna á Open Mic í Reykjavík daginn. Hvað ert þú svona, what do you do, sko? Ertu í skóla núna? Ég er ekki í skóla núna, en ég var í leiklist niður í Borgó. Ég er að pæli að fara í eitthvað annað. Já, Kannski þú ætla ekki vera skotin, ég er núna, þú ætla ekki vera hammered í Borgó. Nei, já, þú veist, god, það var svona meira, sko, stungin og síðan. Já, reyndar. Það var, god, hvað það var spes. Ég fekk allt innu, ég er búin að vera með hræðilegt, þú veist, ég er búin að sofa til eitthvað 4 svo mikið dagana, Já. þetta COVID og allt það. En Fuck, já, maður allir, sko. ég sem bara vaknaði við að félagi minn sendi mér snap, það er komin í sjúkrabíl, og það sagði, cool. Já. Annað, það var alveg á mínum tíma líka eitthvað svona sjúkrabílar. Já, var En ofta eitthvað svona lítið að gerast. Já, eitthvað lítið að gerast, eitthvað svona, í stundum, það er bílaverkstæði þarna Já. og við erum með leiklistanemendur og það getur stundum bara orðið crazy stress og bara fólk líður yfir það. True, shit, maður. Ég hef séð svoleiðis, það er alveg, bara fólk líður yfir sem bara, ég maður. Ef þú ferð í leiklistanám, þá myndu sjá fólk bara fara í panic attack og bara gráta. Og Bara út af stressinu eða, þú veist. það er bara svo mikið, þú þarft svo mikið að sýna sjálfan þig Já. og það kemur svo mikið svona sérstætt stress í því bara að sýna sjálfan Hefur ekki gerst líka fólk, þú veist, kannski með stage fright og allt þetta saman. Oh, you absolutely. Þú ert, sko, af öllum sem var einna Open Mic-unum síðustu 2 skiptin, þú ert mest svona, mér leiðir svo þegar að þú eventually getur bara að vera á SNL og leiki gett vel, skilur. Þú það hefur verið í leiklist, þannig að make a sense að þú ert með svona presence. Þið finnst létt, skilur, að bara fara hana, hey, og fucking go nuts. Sko, líka bara fyrir mig að fara upp á svið og gera settið mitt. Ef ég gera það rétt, það er það sem ég er að gera. Ég vil bara fá það, koma út eins og ég vil fá það, bara perfect. Og ef fólk finnst það skemmtilegt, það er plus.
Já, þetta er bara þú veist, challenge of the art skilur, langar að gera þetta fucking vel og þú veist, svo byrjar að strippa og it's great Yeah, fucking Þú ert ekki búin að sjá, þú ert ekki ennþá búin að horfa á þann part But like, ég kom í sko dótur mínu, so you know it's slowly You see the live in, it's great sko we're just slowly getting more comfortable, you know, it's fine Þetta er svona foreshadowing skilur Absolutely Þannig að, þú veist varstu alltaf inn til leiklist alltaf inn til stand-up ég var alltaf til í það að fylgjast með svona sögum og bara svona skemmtilegum þáttum og þannig og ég hef alltaf persónulega verið að gera sögur í hausnum á mér Já. og síðan þannig sem ég datt inn í að fara aftur inn í ég var eitthvað smá í leiklist og eitthvað sem krakki en ég datt aldrei 100% inn í það en síðan í grunnskóla ég man svo vel eftir þessu við fórum í einhverja ferð eitthvað svona dagsferð og út af einhverju ástæði þó bara leiddist mér þetta var skemmtilegur staður á þannig og mikið af fólki sem hefði getað að tala við en ég fór bara í rúm og ég var bara hlustandi tónlist og ég byrjaði að syngja bara með tónlistinni og fólk fannst það skemmtilegt bara heyra mig syngja einhver heimskuleg Minecraft-lög yeah. Those were the days man en Tobuscus og allt þetta shit sko. og síðan og þannig datt ég inn í bara sönglistina og síðan datt ég aftur inn í leiklistina og ég bara fór bara head first Byrjaði þetta í grunnskóla þú veist að fara upp svona á svið og ég út af sönglistinni þá byrjaði ég að fara vikulega bara með nýtt lag hvern einasta miðvikudag upp á sviðið sem við vorum með í grunnskólanum Lucky shit man Gerðu þið aldrei svona karaoke eða eitthvað þú veist svona Þetta var bara ég sko sem var að gera það Þetta var bara, ég bað alltaf um leyfi og síðan á endanum út af því að það var bara vesen með tónlist í matsalnum út af því að aðri krakkar voru að spila tónlist í matsalnum? Yeah. Nice og sko því að aðri krakkar á mínum aldri voru að spila tónlist í matsalnum á bara verstu hæðinni bara þannig að bara það var leiðilegt að vera í matsalnum og það var tónlistar kennslan við beint við hliðin á matsalnum svo það var bara ekki lengur tónlist það þarf alltaf, þú veist, always gotta be one guy til að fuck sig sko það var svona hópar sko so you know that was the worst fuck him þeir eru örugglega fínir núna but back in the day fuck them maður var alltaf prankin veist, hvaða grunnskóla varst í? Ég var í Lágafellsskóla Það í Mosá? Já, það er í Mosá Já, frendi með honum Var það ekki stóri Já, ótrúlega langur búinn til, þú veist hvað, 2008, 2009 eða eitthvað frekar nýr Ég var í honum 2006 og þú veist Það kannski mann þetta villis bara Hann er badass eitthvað tímann í 2000 árinu Já Ég er ekki bara alltaf því ég er að heyra frá fólk svona hvernig grunnskóli var ég á þeim þar ég fatt hversu backwards þetta var hann í Holtaskóla sko ég nota ekki síma venni í FS eða svona í fjölbrautaskóla engin tónlist, lappar hægra megin allt þetta skemmtilega shit sko grunnskóli var svo mun verri heldur en framhaldsskólin bara því að þegar maður finnir í framhaldsskóla þá fær maður bara að vera manneskja það er svo miklu meira pressa í grunnskóla fólk passa sig og allt þetta ég átti ennþá vini sem voru yngri en ég sem var ennþá í Láó svo þú veist, fyrsta árum mitt í Borgó jólatíma, þú veist, ég var búinn í skólanum ég fór til þeirra og ég var með einhver snakkpoka ég bara fóð með það kennari kemur til þú veist regluna, nei ég glimti þeim út í það voru fucking heimskar af hverju má ekki fá mér að borða ég er songur það eru að rugl fyndi hversu mikið að reglum er í grunnskóla og svo kemur í FS eða fjölbrautaskóla já, bara eitthvað framhaldsskóla honestly þeir eru bara, þú veist, eins lengi og þeir bara takið til eftir ykkur og bara ekki eyðileggja allt dótið then we're fine en svo kemur líka alltaf, þú veist, krakkinu sem þú veist, voru assholes í grunnskóla og koma hérna og you know, bara stúta allir og eyðileggja fyrir restin á okkur það er bara aðeins en þannig að open mic með uppstand ef þetta er eitthvað your main goal ég veit þú veist að skrifa bók síðust ári þú veist bara með notes það er, sko ég get ekki unnið að bara einu verkefni á sama tíma, ég þarf að vera með 5 verkefni öll á sama deginum og því þá get ég unnið þeim bara því þegar ég er að vinna þessu verkefni þá er ég hugsandi næsta verkefni Skilji. Og þú veist svona svolítið ADHD svona absolutely það er bara, ég þarf að vera í uppistandinu og síðan líka í söngnáminu og síðan líka í leiklistinni bara allt þetta, og skrifa sögu all of it, same time Ertu núna í þá fjölbrautaskóla?
Nei, ekki ennþá eins og ég er lost hvað ég á að gera Byrjun COVID bara, fucka þig upp ég bara gat ekki þú veist að ég heimanámið og þannig bara vera út í þegar ég er heima, þá er ég bara sofandi veist, ef ég þarf ekki að fara á eitthvað stað þá er ég bara sofandi that's it. Maybe that's the problem. Nei, það er vandamálið sko. ég þarf að fara eitthvað annað allan úr hústi bara alltaf koma mér í eitthvað annað setting. Ég meina þú veist, þegar byrja alltaf að loka, ég sá það alveg ég á ræktadrasluna heima en það er miklu léttar að fara bara á stað ég gerir það líka, bara þegar maður er með annað fólk sem er líka svona í mindsetinu hei, ég ætla að fara í ræktina hei, ég ætla að vinna núna þá já, ég ætla líka að vera að vinna núna og því annars líður mér illa og því, þú veist, hann er svona uppi, ég er hérna nei, við viljum báður að vera hérna uppi þú veist, fannst það ekki alltaf lettar líka bara, vera alltaf þá með manneski skilur að gera eitthvað svona, með fólki svona hópvera ég var eins og í bootcamp, var ekki jafn svona feitur ég var náttúrulega feitur en ég var ekki með vöðva á mér. Hvernig bootcamp var það? Bara bootcamp, það var það er þengið á Íslandi, já er svona military, þú veist, in the mud nei, ekki alveg, en það er kallað svona bootcamp það var bara í ykkur rekti og þar byrjaði ég actually að læra hvernig að gera uppbyggingar og líka arbeigur bara því það var lift mér að læra að gera það í snæðin fyrir, hey, þú er komin í fyrsta bekk, þú ættir að geta gert þetta við vorum líka að eftir hver einu stæðingu bara actually að teygja á sem að breytir svo miklu daginn, sko. Ég náði að geta hlaupið og tala við félagin minn á sama tíma við vorum actually að hlaupa og það var ég man eftir það, ég á feitu krakki sko, og ég þurfti að byrja í boxi til að bara, eins og segir ég lærði svona maður að reyna þú veist að borði að gera arbeiði skilur svo hægt og rólega getur betur ég byrjaði á hnjánum já það líka, það virka jafnvel sko. og því að það er bara svo þú ert að nota minni vöðva en þú nærða actually byggja þá upp en þú ert líka að fókusa á vöðuna sem þú þarft að gera fyrir að þú veist miklu meira þau líka bara, þau sýndu mig hvernig á að gera það bara almennilega bara því, hey, fuckhead rassina er beint upp í loftinu það er svo mikið af hlutum sem bara svona maður getur ekki séð ef maður myndi sjá sjálfum sig í þriðju persónu þá maður bara, nei, laga þig þá mega maður segja sko og maður það bara að læra íþróttum þegar þú varst yngri þá? Varstu bara í skólanum? Ég bara skóla íþróttum og bara það sem maður var sent mann í ég fór í handbolta og því að félag minn voru í því og síðan fór ég í karate og því að besti vin minn fór í það var skemmtilegt þangað til að bootcamp var bara actually meira svona æfing og var þetta bootcamp, þú veist, varst að taka svona þú veist, bara 5 æfingar bara við vorum bara í klukkutíma að gera alls konar hluti bara, veist, það var aldrei svona same æfingar sem að mér finnst vera leiðilegt við gott prógram líka bara til að eins og segja læra arbeigur og þú veist, ég var 18 þegar ég gert fyrstu uppbyggingana bara teguna tíma ég var aðeins yngri en ég skil ef ég hef ekki verið í bootcamp þá hefði ég bara myndi ég ekki einu svona geta gert uppbyggingar núna ég get actually gert hellingar sem hlutum núna jafnvel þótt að ég sé ekki í bestu forminu muscle memory allt þetta sko ertu stýra ættina núna eða eitthvað? Ég þarf að fara aftur hérna það er bara svona maður sefur í rúminu ég þarf að vera í ræktina einn annan þátt hvað er svona við sem er langar að vita í öllum þessu uppistöndurum we're all a bunch of characters hvað er svona your daily hvað gerur daily eins og Frikki skilur vakna 2, fæ sér bjór það er einmitt núna er mjög mikið bara vinna og meðan ég vinnunni þá er ég að hlusta á einhver podcast og reyna bara leifa heilunum að vinna á því læra eitthvað og ég er alltaf allan með eitthvað svona sögu í hausnum mínum til dæmis það sem ég las fyrir ykkur síðustu viku sem að ég tók mig alveg fucking heilt ár bara að vera með þess hálfa blaðsíðu það var mikið, þú veist þetta var mjög cool sko allan að byrjunin og nú er það bara keep going exactly, það er svo ótrúlega cool hérna og síðan er hann að hafa, þú veist, að translata það þanga bara eins og djókin skilur hann byrjar að skrifa það þetta er fucking fyndi svo segir maður að þetta er ekki neitt ég er búin að reyna að koma nokkrum félögum minnum líka inn í uppistand til dæmis Hávaxanstráknum sem hún heitir hvað heit hann? Hann Jakob, já. Og síðan er ég líka að reyna að koma öðrum félögum minnum sem heitir Ómar og honestly, þú veist, hann er með
minna efni heldur en Jakob Já. en bara við erum búin að fara yfir það svo betur og ég get kritisasa hann betur og bara hann fattar bara, ó já, þú ert að reyna að hjálpa mér Jakob, you got competition. hann veit að þig, so, you know, Það er máli, ég hef ekki eitthvað þóra að taka fólk með sko, en ég var alveg til ég hef marga félag sem eru fyndnir og myndur örugglega hafa gaman að prófa þetta yeah. ég held að ég myndi vera stressað að fara á sviði en ég var ekki stressað fyrir ég var svona hjælt á mækinum Yeah. þá allt í einu svona noodle arms en eins og Arnar hann talaði að hann var miklu stressað af allan eina til svo bara það er líka bara svo gaman, þú sérðu alltaf fólki ljósið in your face svo byrjar bara þú veist að blört út Exactly. bara all ljóta drasta sem hugsa skilur það er bara, þetta er að mínum að þetta stressja mér mun meira anticipation, bara, þú veist, ég er spenntur að fara upp á svið Já. ég er spenntur að þú veist, að ef ég tapa ef ég bara, þú veist, ef ég fuck upp ótrúlega mikið það er líka ótrúlega gaman já, maður lærir að því yeah, það ég held að, þú veist, skemmtilegustist tímanir sem ég hef verið á sviði voru tímanir sem ég bara fuckaði upp bara því, þá bara fór ég yfir bara hvað ég gerði ég rangt, hvað gerði ég rétt bara þetta, boom og þá já, gerði ég betur bara næstu skiptin þú varst inn að Arnar sagði hann báma daginn hann myndi ekki allt rastið sitt er oft þannig bara fólk kannski gleymir allt sem það ætla að segja svo það getur gerst það getur, sérst, ok, með uppistandi ef þú gleymir dótniðinu lyktuðu með það og út í þarna það er ekkert annað sem að er á sviðinu þú ert ekki í leiklist, þú ert að gera eitthvað leikrit, þá skiptir svo miklu máli að muna alla línuðinnar út í, þú segir XXX Y og þegar þú segir Y þá kem ég XXX og síðan Y þá næsti persóna þarf að muna eftir Y já, þannig að ef þú mannst þetta ekki þá eða fokkar upp fyrir þá getur eðilega þannig það er svona, en þegar þú ert sjálfur þá bara improv sko skemmtuðu með það, þú ert á sviðinu þú ert og leiktuðu með það að það er þögn já, margir tala með þú var hrættir að hafa silent en það er svona það ætti ekki að skipta þessi miklu máli skilju það er ógeðslega áhugavert síðast allan það komið miklu meira nýju fólk sem ég þekkt ekki en svona hvað hét stóri gaurinn sem hann var frá Írlandi Donald, hann er brjálæður það var svo fyndið sko og þú veist, mér varst áhugavert eins og með Arnar hann náði í síðasta sett að skrifa allt og segja allt skilur og ég náði að gera svona helming og svo bara improvi mér varst miklu skemmtilega að bara þú veist, ég byrja að tala að vera hópa og eitthvað, bara bullshitta alls svona fyndið drast ég tók eftir að þú varst mjög mikið bara já, það var bara eitthvað sko. eftir einhvern x tíma þá var mjög mikið bara þú bara á sviðinu, bara leikaðir það er, ég er búin að gera þetta er kannski svona nummer 60 þátturinn sem ég hef gert þetta hjálpaði mjög mikið bara að vera einhverju svona dóti eina sem ég myndi segja ef þú ætlar að fara í uppistand er bara að vera með allan einn brandara tilbúin út í, ef þú ert með hann einn brandara tilbúin þá skiptir ekki máli að þú gleymir honum þú allan að veist cirka hvernig á að gera brandara núna já, og getur leikir bara á sviði að gera eitthvað ég bara núna er ég svona svo excited eitthvað ég kom með hana söguna sem ég sagði um Three Nipples nú er ég að byggja það bit og nú er ég komið með jafn mikið sem ég skrifaði heilt setti síðast er ég komið við þetta og markmið fyrir þetta var að kannski hafa svona 5-10 mínútur það er svona markmið kannski ég meina, það skiptir svo miklu máli líka bara að skrifa hellingar svo þótti og reyna bara að hafa það vel bara hafa sem mest efni út í ef þú býr til 5 mínútur þessar viku 5 mínútur næstu viku, 5 mínútur næstu viku og síðan á endanum ertu komið með klukkutíma og þá ertu bara komið með special basically já, alltaf, gotta keep it tight sko það er alltaf, þú veist svo hvað heitir hann, Dan Zarin fór ekkert manni og mér varst geðveikt cool bara að sjá því hann alltaf búin að eins og lengur og það var alltaf rosalega tight hjá hann það var bara kannski 1 mínútu bit og geggjað að finna skilur já, hann var líka bara að leika sér síðustu viku, hann var bara að leika sér með eitthvað ný bits hann sagði sögum hana, þú veist skipin, bara cruises eða eitthvað shit og hann sagði eitthvað, I'm gonna just try this og svo var þetta ógst að finna það var eitthvað cool, that's a good joke og þú veist, þegar það var ekki svona jafn mikið hleyja þess að bara, okay, putting an okay on that one and it's like, yeah þú veist, allir hafa sín eigin systems við erum listamenn og við erum allir öðru við erum allir með okkar eigin weird system mér persónulega finnst það alltaf reyna að hafa system sem að aðrir geta kíkt yfir þægilegra og því þekk svona skrifa ekki sjálfur dótið mitt skrifa ekki sjálfur?
ég skrifaði fyrir ekki tölvu en ekki já, allan hand, bara út í ég er með hræðilega handskrift. Já, same. Mér sem það er líka bara þægild, þú veist, ég er með Apple 12 og iPhone, þannig að ég get share notes allstað. Ég nota persónulega Google Drive, Same. bara því, þú veist, þá get ég bara farið í hvaða tölvu sem er og skoða þetta. Ég er líka alltaf bara með á mér að ég prentað út settin sem ég er ég ætla að prófa það næst að hafa þið kallar þetta setlist eða ekki, þú veist, þú skrifa kannski þetta dög, næsta dög það var einu sem virkaði fyrir mig kinda, svona í hausnum. Hjá mér, sko, ég er með brandarann og síðan er með nafn fyrir þann brandara og síðan setja hellingabröndurum saman og síðan setja overall nafn á það og því þá get ég bara skoðað nafnið og þá hægt rólega man ég eftir öllum bröndurunum sem eru í því. Já, akkurat. Er það ekki setlist, er það ekki bara svona pretty much, það er bara, það er eins og þú leið myndi segja Shrek þá hægt rólega hugsa allt sem að gerist í þeirri mynd. Þetta ég var náttúrulega aldrei verið í leikritum eða eitthvað svona, þannig að stand-up er eiginlega fyrsta svona sem ég vona á sviði og prófa eitthvað. Þetta er bara svo, þetta er eins og crack, skilur, þú ert annað uppi, þú ert alltaf bara heilinur á miljón að finna ný brandara og svona og svo er þess að 5 myndir búnar og bara wow, þú veist, það er svo heilt dagur búin eða eitthvað. Bara að fá ekki verkefni, sko. Fyrstu vikuna ég tók snús og mannstu þið með fréttamót og allt það. Mér langar mjög mikið halda áfram með það því þetta er búið að vera efni sem ég er búin að hafa bara hjá mér forever. Þetta dynamic og mér langar svo mikið laga þetta dynamic betur og betur og bara fá þessa karaktera ótrúlega cool. Það fokkið fyndið að gera svona sitt á sviðinu. Það væri líka ótrúlega cool bara að fá þetta væri actually production og það myndi fá 3 aðra manneskjur til að leika móti mér og því þá var þetta Ég verði aldrei tekið upp svona sketcha með þú veist símum með eitthvað. Ég hef tekið upp sketcha með alltaf öðru fólki út af því að ég er ekkert sérstaklega góður í að taka upp dót. Var ég búin að segja ég og félag mínir bara byrjunin á endanum á byrjunin á síðasta ári bara 2019-2020 gerðum við þáttaserju fyrir RÚV 0. Nei, ok. Hvað heitir hún? Hún heitir Bummer. Ok. Og gotta find this. Og hún er ótrúlega vel upptekin. En mér, þetta er ekki átt á móti hinum félagum, þeir eru æðislegir, þeir eru á svo mörgum háttum bara mun betur en ég bara, actually vera on time með allt dótið sitt. En mér finnst eins og sumir hlutir í sögunni hefðu geta verið bættir inn í. En það er bara eitthvað. Þetta var sketch show? Nei, þetta var mun meira svona series á marga hætti. Hvað sem margir þættir úr þetta? Þetta voru ekki með 5 þætti. Og var þetta hversu langir? Var ekki 20 mínútur hver? Það er alveg impressive. Við fengum alveg, þetta var fucking vel gert og því við fengum þetta var, hver einasti hlutu var bara tekin upp til að bara vera perfectly flottur. Það var bara, ef við tókum upp aftur hver einasti senu og bara þetta liti út æðislega. Að mínum að þetta ég er svo mikið í leiklistinu og sögunum þá mér finnst það flott en mér finnst svo mikið vanta í söguþráðan og smá í leiklistina. Kannski svona spólið tilbaka, hvernig gerist það? Hvernig komst þú með hugmyndina? Nei, þetta var allt skrifað af einum gæja sem var líka að direkta þetta og leika eitt af aðalkarakterunum. Svo þar held ég að eitt hafi verið það bara hann setti svo mikið af verkunum á sjálfan sig að þá svona duttu sumir hlutur í gegn. En það er ekki svolítið svona þekkt, kannski eitt gaur vil gera bara það whole thing. Það sérstaklega þegar kemur á svona hlutum út í þetta var hans list. Og það er bara eins og ef einhver annar kemur nálægt bara nei. Já, eins og mér langar að eventually hafa einhverja manneski sem er að prodúsa þetta. Kannski 2 ára eitthvað skilur þegar ég svona treysti og get borga og svona. Ég meina að þú finnur einhver aðra mannesku sem er bara ótrúlega góð í að fylgjast með hvað er í gangi og geta queuað eins og ef einhver stafna sitjandi og bara getur queuað okkur án þess að segja neitt eða whatever kann að klippa og ef þú finnur einhver aðra mannesku sem bara er betur en þú í þessum eiginleikum þá getur þú fókus á þessa eiginleika og þá er þetta ég Arnar sem var með okkur síðast ég og hann
Við vorum með YouTube þegar við vorum 13-14 ára, hétt Golden Panda og þú veist, við gerðum svona 8 tímynbönd, þú veist, við gerum 2 viku í, þú veist, hálft árið eða eitthvað. Ég heyrði það úr fyrsta podcastinu sem við sendur á mig. Það maður, en það, ég lærði þar að ég vildi alltaf bara gera allt, skilur, ég klippti þetta og skrifa allan blandan og allt svona og við erum bara verri vina því, þú veist, við vorum ekkert að leyfa okkur báðum að gera svona mikið af þessu, svo fóru báðum bara að gera sikkert út. Það bara klassík saga sem að gerist ótrúlega oft, en þú veist, sami hópurinn og ég gerði þess að þáttaserju með þér, við erum svolítið dottnir út. Já, við erum með þá félagar, definitely. Kannski bara ekki hittast þess nóg við vorum að hittast næstu bara vikulega, bara alltaf fara í verkefnin. Það var mjög mikið bara svona verkefni, það var ekkert svona að við hittumst mjög lítið til að bara hang out. Sem að það líka gerist, þú veist, vinahópar breytast og svona, er eitthvað sem við myndum segja við hann, til svona, við svona fólk sem kannski, þannig er ekki að skrifa nóg og svona, reyna að fá þetta á blað, þú veist, actually gera þetta. Dude, þetta er erfitt, right? Ég þarf sjálfur og þannig hjálpa að halda, sko, út í, það er bara svo mikið bara, þú veist, með alla þessar hluti bara do it og þá finnur bara út hvernig þú gerir það sjálfur. Alltaf út í, ég sjálfur er loksins búin að ná actually bara dettin það actually að skrifa niður bara nótur þessa karaktera og hvernig mér langar sirka að hafa söguna og þá get ég púslað henni saman bara fengið beinagrindina og núna þarf ég actually bara að skrifa söguna og læra hvernig á að gera það. Hefur þú veist, er þetta fyrsta saga sem þú ert að byrja á eða hefur ekki verið að gera þetta svona actually nei, þú veist, það var önnur saga sem ég byrjaði að skrifa og hún var algjörlega bara ég að prófa eitthvað, ég var ekki með neina svona almennilega svona beinagrindina tilbúna sem að fokkaði mér svo mikið og því á einum tímapunkti var ég bara ég er ekki lengur að sýna fólki sögu, ég er bara straight up segja þeim, þetta er hvernig karakterin er, hann er XXXX þú ert bara að lýsa eitthvað svona character analysis fyrir fucking heim sem er ekki eins og komin saman og bara svona, ég hefði bara ekki átt að fara í þessu átt og ég bara fannst svo ótrúlega leiðilegt að þurfa að eyða svo miklu og byrja upp á nýtt tæknilega séð og bara fyrir bara í leiklistina mikið effort komið og ég ætla að setja það aftur upp á hilluna og fara bara í leiklistina í smástund út í en þannig að núna veist þú, þessa saga er hún boxara? Já, þetta er, ok það, veist, ég var að hugsa, er þetta í heim sem er svona allt öðru sinni eða er þetta bara eitthvað svona þetta er heimur sem að það eru ókraftir í honum og þetta er basically eitt af fyrstu manneskjunum sem að verður super sterkur hann alltaf tekur hausinn af hann bara Mortal Kombat kýlur hausinn af manneskjunni og mér langar, þú veist, planið á mér spoiler alert fyrir sögur sem að geta aldrei alveg til mér langar, ég veit 100% hvernig þessi saga og ég er með 3 parta í þessari sögu en þessi partur af sögunni endar alveg eins og byrjunin mér finnst það bara svona skemmtilegt svona poetic ég fatt að koma og ég kom með það 100% on lockdown hvernig ég vil hafa endurinn on lock sko og það er bara svo mikið svo mikið að sögu sem er svona ok, ég veit hvernig byrjun er, ég veit hvernig endurinn er núna þeir bara skrifa þetta þetta er svona, let me just choose the easy stuff miðjan, bara eitthvað whatever sko, það skiptir mjög miklu máli að vera með alla þessa 3 gæja on lock, ef þú ert með góða byrjun sem að nær áhörnundurum inn þá ertu búin að ná áhörnunda og síðan í miðjunni bara öll sagan þá þarftu bara að halda athyglinni bara ef það er eitthvað boring of oft, hann er farin hann finnur eitthvað annað en ef þú nærið bara að halda athyglinni constantly þá þarftu að hafa góðan endi sem er bara þú veist, er ekki oftast þannig að fólk næri ekki að klára söguna sína skilur svona endar og svolítið svona floppi svona fyrirrar út eða eitthvað það er svo leiðilegt sérstaklega því það er svo mikið fólki veist, ég hef svo oft lent í því að fylgjast með einhverju þáttaseríu eða bók eða whatever og hún er æðisleg svo lengi og síðan bara líka þáttaseríu skilur það er mjög lítið af þáttaseríu sem enda vel
alltaf, þú veist, Það er erfitt svo mikið Netflix þáttaseríum sem að enda með hey, það verður önnur sería It's like, fuck off Ég veit, sko, þetta er hefur þið séð Sabrina, þættina, horfður hana? Nei, ég kíkti á okkur eitt þátt, ég datt ekki inn í það Þetta og Cobra Kai og fullt af svona þættum þeir eru allir nákvæmlega eins fyrsta serían er bara banger, fucking crazy dark og eitthvað Cobra Kai hefði átt að enda á seríu 3 Ég hef ekki segið seríu 3 því að segja allir þetta þú veist, ég horfði á helmingina seríu 2 og svo er þetta bara eitthvað mér er drull saman með það sko, mér finnst allt í lagi seríu 2 var allt í lagi hún var svona, og ég bingeaði 1 og 2 á saman tíma seríu 3 Þú að skjái það verður framtíðin mín 6 skjái með allar sérum ekki en ég sko síðan þegar seríu 3 kom það var svo mikið svona byggja upp þetta verður endurinn og síðan enduðu með seríu 3 nei það verður endað seríu 4 það verður svo það er bara en þá líka líður eins og ég var ekki eins að borga með neitt en ég feel fucking ég tók penning fyrir þú borgaði sem með tímaninu þú varst að fylgjast með þessu eitt orku og þú veist núna út af þess þú veist ef þeir hefðu getað gert svona góðar 3 seríur þú veist byrjun, miðja, endir þá setna geta kannski selt þetta aftur og því að Karate Kid var fucking æðisleg en núna þá mun ekki selja aftur Cobra Kai þá mun selja Karate Kid já það finnst ég hef ekki svo sé Karate Kid myndunar nema hana með Jaden Smith ég þarf að horfa upprunnulega Karate Kid myndunar ég horfði á hana Jaden Smith hjá krakki en ég fíla hana skilur en ég horfði á Karate Kid gegnum að horfa Cobra Kai það var kinda nice ég svona lærði maður horfir á svo mikið af hlutum sem krakki og maður finnst það æðislegt og síðan fattar maður svona setna þetta var hræðilegt Star Wars náttúrulega hvernig stendur þú að Star Wars? Ertu big fan? Ég er aðdáðandi af gömlu geislasörunum sem var bara ómögulegt að brjóta og því, ég lék mér svo oft með frendum mínum og félögum mínum bara geislasverð og Lego og allt lífa Lego töluleikinir það var ég keipti á aftur og ég spilaði með þú veist öllum fyrirhandi kærastum þetta er eitthvað svona þetta er svo gott það tvent er ég ótrúlega mikið aðdáðandi af en ég komst aldrei inn í upprunalegu myndinar já, mennur þú veist 4, 5, 6, 7 bara 1-6 ég komst bara aldrei inn í það ég vissi 100% hvernig sagan var maður er búin að sjá svo mikið af hlutum bara að heyra svo mikið af hlutum og síðan kom þáttur 7 og byrjaði þú bara 7? Ég tæknilega sem byrjaði þar bara því að ég var búin að fá að heyra svo mikið þessu áður og það er svona mikið ég binge þetta eitthvað þeir eru svona að shapea hvernig átt að líða þetta, right? bara, ég binge þetta eitthvað tíma það var svona dótið og þáttur 7 var fín það var góð byrjun og síðan kom Rogue One góð líka þáttur 8 it's like besta senan var þegar þeir flugu það var the suicide attack fljúi gegnum hit spaceshipið það var bara eina hún var cool en síðan svona halfway í gegnum það bara 1, 2, 3 this is fucking stupid bara they brought Leia back skilur það var bara svo mikið þannig moments bara svo mikið þessu hefði geta verið cool og hefði geta virkað ef það hefði verið nú þegar saga innbylt bara frá byrjun það er svona trilogy saga og því þá hefði allan að virkað þá hefði getað foreshadowed í mynd nummer 7 eitthvað new force powers og það að Leia er kannski með eitthvað actually higher ability og whatever Leia er ekki allan að þú veist ég er alltaf að sé fyrstu myndunar og það er alveg mjög góðar en svo svona nummer 7 var eiginlega bara fyrsta myndin aftur absolutely og með leiði eins og með hverju nýju mynd þá voru þeir ekki að gera svona eitthvað trilogy þeir voru bara hvað fílaði fólk með hérna let's do some more of that shit bætum hérna a dead guy og held áfram að gera það er bara það þegar fyrirtæki tekur property bara svona eitthvað svona tekur til dæmis Mickey Mouse þá hættir hann að vera creative item og bara listaverk og verður í staðinn money machine bara gotta milk that cow baby I gotta get them udders það er alveg feitt með Star Wars líka þetta er stærsta fucking cash machine hjá Disney var allavega fyrir Marvel maður það er bara það að
sorry með mækin. Það er bara það með Marvel allana, þeir bara reyndu að gera eitthvað cool og þeir bara náðu þessari formúlu ótrúlega vel. Persónulega finnst mér ekkert að því að vera með eitthvað formúlu eins lengi og eins og Fimbo og Felix, Phineas and Ferb voru með formúlu og þeir bara alltaf breyttu formúlunni sinni til að reyna að subverta hvað maður að fara að pæla það var ekki það, þú veist, eitthvað 100 Days of Summer þar að maður var bara, ok, þetta verður búið eventually nú þegar bara veit að skilur þeir þætti voru svo fucking góð þetta maður krakki. Hvað var svona sem þú horfir á, þú veist, Cartoon Network Kid? Ég var ekki eins og með neitt af þessu, ég þurfti að geta allt gegnum YouTube. Sko, fyrirvændi stjúpáfi minn, fyrirvændi út í mamma minn ekki lengur með honum. Já, þú tætti með honum, ok. We're done. Nei, hann, sko, var að vinna á Stöð 2 og átti sína einn þáttaseríu sem hét Kompás. Ok, ég þekki svo lítið íslenskt en ef það er eitthvað sem að þekkir það þeir munum strax vera bara fanboy yfir þessu það er eldri generation sant? En í gegnum það þá fengu við eitthvað svona stöðvar eins og Cartoon Network og þar dætti ég inn í Ben 10 Lucky son of a bitch sko, you have no idea sko, Ben 10 er ástæðan okkur með besta vin það kynntist þið þannig sko sagan á baku þetta er sko 100% from my perspective út í hjá honum er það allt öðruvísi en út í hann pappan spyr í Danmörku og hann bjó í Danmörku frekar lengi og síðan í 3. bekk grunnskóla kemur hann til Íslands á enga vini og síðan bara tekur eftir hei, ég er í tíma með þessum strák og ég líka er í í handbolta með honum og síðan var bara að elta mig fucking mikið og ég var loner, ég var huge loner krakki ég bara hann er bara öskra, nei gauður, ég var ekki elta maður fuck that guy hver er þessi krakki og síðan tölum við saman eitthvað og ég var bara hei, ég ætla að spyrja hann spurningu og ég veit svarið áttu Ben 10 leik og hann segir já og immediately you are my friend ég vissi ekki að það væri þeng ég vissi ekki að Ben 10 væri actually með tölvuleik svo ég var bara að spyrja trick question þú bara I got him motherfucker ef þú veist ekki annarkvort hann á ekki leikinn eða þú fara að spila leikinn if it exists en þú veist, sko, hann sagði já og ég var immediately við ætlum fara til þín og spila hann leik og þannig, þú veist þannig að his perspective, hann var krakki chillandi og þú komst bara áttu Ben 10 leik og vildi bara get in his pants hann kom til mín og þá er ég bara you know what, áttu Ben 10 this kid has an ass sko. this is good I am totally fucking og þannig að þú veist hver er þessi gauð ennþá vinnin? Við tölum á til hann var líka partur af hópnum þangað til að bara þú veist hann bara gata ekki hann tók krakka eitthvað nei, þú veist, hann er svo mun meira í því að forrita og þannig og hann fær creative bara bursts hann getur ekki verið hann vill ekki gera þetta eitthvað hann vill ekki verið, þú veist, ég bara maður sér á honum, hún finnst gaman að gera þetta en það er mun meira bara sem hobby það er líka alltaf maður það þurfi ekki að vera crazy okay, ég meina við erum fáiðar fyrir að vera í arti, veist, í listinni bara því að þetta er stupid að gera svona það er bara það af hverju erum við að gera þetta við munum, það er svo litla líkur og munum græða eitthvað pening á þessu við erum allir chasing eitthvað veist, ég meina hvað er svona veist, ertu með markmið fyrir árið í þessu ertu með eitthvað markmið svona bara hvað langar að gera með þetta langar að vera með bíómynd eða hvað sko, langar að gera fyrsta markmiðið með uppistandið mitt núna er bara allavega að make eitthvað pening bara að fá eitthvað útborgar úr þessu og því að þá get ég að mínum að get ég loksinn kalla mig uppistandara akkurat það skrítið maður, þú veist, ég er búin að fara tvisar eitthvað að kalla maður uppistandara ég persónulega ég vill ekki vera að kalla uppistandari þangað til ég græði eitthvað úr þessu fyrsta 500 kallin eða eitthvað skiptir ekki máli hversu lítið eða mikið það er bara, þú veist, eitthvað pening og þá loksins sér maður, þú veist, hei, ég græði svona mikið síðast hvað getur þú ég get síðan selt næstu seríu og get haldið þessu áfram eitthvað hvað þú veist, ertu nýbyrjar í uppistandinu í Íslandi? Ég byrja bara í fyrra
Já, bara fyrir COVID eða? Þú veist, meðan COVID var tengli sem í gangi, það var bara það að ég var bara fyrra rétt áður en COVID var áður en við vissum af því þá bara fékk ég hugmynd, ég ætla að fara í uppistand og ég ætla að byrja að skrifa allingadóti og síðan þegar ég verið tvítugur þá ætla ég að fara fyrst að kíkja á eitt svona stað og síðan fara bara í þetta og ég fór bara eftir því plani 100%, ég var að koma með einhvað 30 blaðsjör af bara garbage efni og það er fokkin metnaður með vel gert og ég fór, kíkti á þetta og ég búin í uppistandinu sem þú ert ekki búin að horfa á allt efnið sem ég senda þig þá þessi fyrrverandi félagi minn ég var svona hei, getur við kíkt á Secret Cellar, við fórum þangað við mættum hálftíma áður en það var lokað út af því að það var bara ómögulegt að bara fá hann til að koma út úr húsi this fucking guy yeah, absolutely this fucking guy oh my god fucking en það bara, þú ringir hérna eftir ég vil ekki hafa neitt að gera með hann lengur það var ekki það, bara fuck það ekki bara fuck him, honestly var þetta eina, var hann alltaf þetta var síðasta svona það var bara ok, veistu hvað það er að vera að gera Russian roulette í bíl Leifan ekki ískja, er það bara einn í belti eða eitthvað? Nei, here's the thing sko, að gera Russian roulette í bíl en með því að keyra á hina agreinina á svona móti, veistu hvernig hann útskýrði þetta? Hann keyrði fyrst á hina agreinina og síðan spyr mann hey, veistu hvernig að gera Russian roulette? Apparently what you're doing That's a good day, man, Jesus Christ Sure, hann gerði þetta á stöðum þar sem var ekkert trafík en eitt þannig, en þetta er samt svona Já, þú ert leið hann er leið búin að setja þig í svona leiðilegt spot bara, fuck, ég þarf að stressa ára í svarana ég fekk síðan að vita eftir að hann skildi mig eftir í þessum bústaði frá fóruð þið saman í bústað Já, ertu ekki mun að horfa Nei, ég kláraði ekki maður Hversu lítið horfður af efninu? 2 mínútur bara, ég var að keyra Oh my god Sorry man, he got me I got you a spoiler á podcastunum En ég fekk síðan að vita eftir það eftir að ég var bara búinn með hann frá vin sem við erum báðir vinir að þeir hafðu lent í einhverjum árekstri og bíllinn var bara svona hallandi af einhverjum kliffi voru þið, já ok sæl það er ekki gott mér finnst það svo spes og varstu bara ekki í bústað ennþá? Nei, mér finnst svo nei, þetta var löngu eftir það en bara mér finnst svo spes að ég fekk að heyra þessu eftir að ég lendi í einhverju slæmi með honum bara, kannski hann ekki að reyna eitthvað jæks maður ég veit að þessi félagi minn hann er svolítið vill ekki endilega tala um allt og alla en þetta var svona hljómar eins og eitthvað sem hann ætti að segja ykkur úti, þetta er svolítið mikið þetta er slísum það er ekki nóg gott ég er ímyndum með þess að ég segi bímynd þannig að alveg að fara að detta á það kliff þeir þarf að fara út í aftur í eða eitthvað við urðum fastir úti líka tvisvar sko í bílnum hans vondu veðri eða bara fastir í fyrst skipti var eitt af skiptum var vont veður og bara við vorum bara einhvern rúndi og hann bara ákveður að fara okkur stað sem er ekkert búið að fucking payvote, hann hefur keyrt hana þegar það er ekki snjór og þá er bara núna snjór sem er alveg að bílnum hans ég hringi samverandi félag okkar alltaf, hei, getið þið komið með skóflur, þið þurfu ekki að hjálpa okkur að moka, bara getið þið komið með skóflur og það bara kom enginn jú, félag okkar komið, þeir eru bara lifesavers þarna good boys vandamáli sem auka vandamáli var þá kom einhverju túristar festust fyrir aftan okkur og við reyndum að þegar við loksins reyna að moka okkur út þá voru þeir reyna að moka sig út og mokuðu snjóin sinn í hóluna okkar og það eru 180 gráður þú kannst farið með það til vinstri á bílnum eða hægra á bílnum fucking túristar þess vegna kom COVID til að íta þessu fólki burt fá aðeins pásu ég er orðin, ég vinn að Dominos hérna í Fitjum ég er orðin mjög fegin að fá túrist aftur að það er bara gaman að tala eitthvað annað fólk
Þú veist, Íslendingar eru kind of fucking boring. Yeah. Þeir segja bara góðan daginn og bæ og fucking vilja ekkert spila. Líka bara það, þú veist, við þurfum túrist ef við ætlum að fara í uppislandi. Ó já. Já, það er líka, þú veist, one of the goals. Ég hlakka til að þú veist, bámaður fyrir framar fullt af einhverjum, þú veist, norsku fólki sem kannski hata eitthvað sem ég sagði, þú veist, bara, ekki alltaf bara við uppistandanir. Það verður gaman, sko. Já, þú horfðir bara á byrjunina, bara þegar ég endaði með brandarinn um hann að fiski sem hann fór upp á sviði. Man, I'm a fucking asshole, sko. So, ok. Þú ert ekki að sjá þetta hérna. What the fuck? Þú ert ekki búin að sjá þetta. Nei, ég er ekki búin að sjá þetta. Þetta er beautiful, sko. Já, nú er ég komið kleit við. Nú ert líka búin að fá að heyra um þetta í foreshadowing. Akkurat. Ég meina, Arnar sagði mér, þú varst eitthvað svona corsetti, titties. Þetta er flott, maður. Hvað? Look at this, man. Að miðvikudagur, hann er hálfnakinn, this is great. Hvað, af hverju okkur langar þér að prófa svona shit á sviði? Hvað finnst þér svona? Þetta er bara svo ótrúlega fáiðalegt og það er bara það, þetta er fyndið. Þetta er eiginlega bara objectively bara fáið og fyndið. Og þetta finnst alltaf að vera, húst, að ég ber ofan út í núna fylgistu með þessi hérna og húst, það er slaufa fast í þessu. Hvar keyptir þetta? Ég keypti í Florida. Hann fer til Florida mánaðarlega. Ég hef farið 3 svar með pabba mínum og Kynir þetta með pappa þínum? hann veit ekki að ég hef keypt þetta. Pabbinn er að horfa á þetta bara, mother. Nei, ég held að hann sé svolítið mikið svona, ok. Fyrir þá sem er að hlusta á þetta, hann er í svona korsett, he's got his titties out, þetta er mjög næs, sko, checkja vídeónu, youtube.com/poddaðið með frika. Christ, man. Þú ert free, maður, þetta er bara hannig. Eins og ég sagði í byrjun á þessu, ég er svolítið pervert líka. Já, hvað er svona, þú veist, ég náttúrulega var vonað múið að setja ekki snett krakki, skilur. Nei, ég er pervert en ég er samt, þú veist, ég vil ekki vera creepy. Það er svona þinnlína. Ég meina, þetta er eða allt í lagi að vera með á svið og eitthvað þannig að það er for shits and giggles. Já. Út í, laugh at the fat man. En ef þú mætir sund svona, weird. Krakkinn er að horfa. Það fer eftir hvað, ef það væri til dæmis eins og við erum að taka upp fyrir eins og þáttaserju eitthvað svona weird fáið þá væri þetta mun meira svona allt í lagi út í að þá leiðir svona myndavélar allt í kring til að taka upp þetta dót. En það er líka, þú veist, að vera frá að vera á Snap endalist mörg ár, maður getur gert svo miklu meira af svona þess að maður þorir að fara út og fara bólum með eitthvað því bara, þú veist. Maður getur líka bara útskipra það, þetta er fyrir þetta, þetta er ekki, ég er ekki að gera þetta bara til að gera þetta. Nowadays líka, legit, þarftu bara að hafa síma hérna eitthvað og það er alltaf bara ég að taka Snap eitthvað. Allan sko, ég horfi ég les mjög mikið af þessu sko efni, sérstaklega á netinu. Þetta er bara fallet efni, hvern líka mann, þetta er bara beautiful. Sko það, ég líka sko plana að ég gera lítið svona hentai review og hafa það sem uppistand efni. Og ég er bara ekki á YouTube, bara svona 2-minute hentai review. Ég er bara ekki búin að setja svona almennilegan tími í það út í, mér langar sko að gera hentai review, þetta er 3 þættir, mér langar að fara yfir á alla og það er ein sena í þessu þar sem að gæi er að stunda kynlíf með einni gælu og endanum á kynlífinu þá þau eru í sundlaug og hann kommar svo mikið að hann bara fyllir alla sundlaugina af jizzy. I'm jizzy. Jizzy. And that's clip number 2. Ok, það er, þú veist, hefur þú eitthvað að reyða sundlaug? Nei. Það er eitthvað svona, þú veist, maður mun alltaf halda this is gonna be a load. Þetta verður svona þegar svona hvað er það? Ekki skjaldbaka, octopus. It's just little vanlega þetta svo mikið en þú veist, þegar þú ert að tala út þetta eru allt teiknir, þá getur þú gert svo mun meira exaggerated. Það var grænt eða eitthvað, skiljum við I mean, ég held að flestu myndu ef það er grænt þá er það vanlega því að það eru tentacles. Good to know. Ok,
það er ótrúlega cool sko að ég saga af hverju að svo mikið af hentai eru með kolkrabba tentacles. Hefur það ekkert að gera við í Japan er rosalega þú mátti ekki vera að ríða ekki að svona það er ekki bara það er það að þeir eru með mjög speslega til að horfa á kynlíf og sexuality á út í á sínum tíma þá voru þeir bara litlum svona tidy whities basically sína versioni af tidy whities það sem og síðan komu bandaríkjamenn eða westerners og bara af hverju ekki erum við fötum og þá voru þeir bara áttu við erum í fötum, nei og þá fóru að vera út í þegar þau voru bara í þessum litlu bara rétt svo yfir generals þá var klámið þeirra bara fólk í ótrúlega flottum fötum og síðan Japanir voru gett nakið ok og síðan var meira sexy að vera í stórum svona emperor's clothes eða eitthvað hannig og síðan út af því að það er svo mikið svona það er bannað að sína actual tippið og píkuna svo þá ef ég má ekki sína tippið farin í píkuna hvað á ég þá að gera? Tentacles just einhver genius var bara yes, tentacles í staðin út ég má ekki sína sama ástæðan okkur ég má ekki sína manneski tippi svona þá var hann að sokka á svona þessum löngu ísum og allir þessi emojis og allt þetta skilur carrots og svona that's it, núna í Japan ég er náttúrulega ekki í Japan en flesta klámið sem við fóum frá hana það er búið að blurra út tippin það er ennþá þetta er eitthvað versta við klámi í Japan þannig að ef þið nota x-ray og sína inn í maðurum á gælunni og það er bara eitthvað tippi ramming mann er bara Jesus Christ það er að skipa mínúti that's shit I can get off on that þú ert used to it þú þarft að fá 3 tentacles in your ears þegar þú ára byrjar það fer eftir hversu naughty ég er í mútinu ef því þessu tentacle porn þegar í þessu þá er ég bara you know what, vanilla, because I'm already hvað meira þurfa, við þurfum að halda áfram þetta er level 1 oh my god þetta er búið að skemmtilega við erum komin í kluktum að er eitthvað sem við ætlum að plugga hvar getum við fundið? hvar getum við sér meira þessu? Oh my god, ég er svo lítið á hlutum en ég eins og ég sagði í byrjun mér langar vera mjög mikið að gera Blue Phoenix Chicken sem bara brandið mitt ég er með YouTube channel sem er Blue Phoenix Chicken ég hef ekki uploadað neinu almennlega þar það verður allt in the description ég er líka með Instagram, ég er með engar myndir á því ég bjóða til og was like, alright, let's just put a Snorlax as my profile picture for now ég er búin að tala svo marga uppstættara það er engin vega social media nema ekkert ég er bara svo lítið verið í social media ég þarf að detta meir inn í ef ég ætla að gera það að vinna ef við ætlum að, þú veist að vensilega við viljum vera að selja tickets og eitthvað þá þetta stærsta tóli sem við höfum ég ætla definitely að gera fyrir headshotum mitt fyrir sýningu blátt bara og no, this fucking JoJo pose JoJo, hvað er JoJo? I can go for hours and hours talking about JoJo. All right. Wait, er það Korean? Nei, þetta er japansk manga-sería sem var anime. This is deep. Yeah, this is very það eru 8 partar komin að þessu. Fyrsti partur er Joseph, right? Munur hann fyrsti gæn heitir Joseph og Joseph Joestar a.k.a. JoJo sem og bróður adopted bróður hans Dio er asshole og drepur hundin hans Jonathans og verður síðan að vampíru because why the fuck not because why og síðan lærir Jonathan Joseph hvernig á að kýla fólk með orku frá sólinni og þannig tækla þessi drepi bróður sinn but not really because fucking vampire because vampire hann lærir að skera hausinn af bróður sinnum Dio síðan tekur líkamann af Jonathan og 100 árum setna fyrir við part 3 this
like I said Þannig að all that, þá viltu gera svona sem sko, það er svo mikið poses í þessu út af því að listamaður sem gerir það bara lék sér með svo mikið posum og eitt af posunum er hérna, hendin yfir andliti bara En það er ekki svona vandamálega að fólk kemur að sé það like, who the fuck is this guy? Ég meina, þú sér svona decently þú sér svona decently tattooið og sér þetta og Geta þið sé tattoo að því með að þetta cool sko. Hvað er þetta aftur frá? Er það... One Piece Já, One Piece er ekki One Punch Man One Piece er eitt af frægustu manga-seríum ever Já, er þetta spækur eða ekki þættir? Það er líka þættir, jú En ég er bara mjög meira fyrir manga-seríuna Það er infinitely hraðar að komast inn í þetta Ég held að þetta var, þú veist, í opposite það myndi að allt var að hægara að lesa bækur Ég meina, ef þú ert ótrúlega hægur að lesa bækur þá, sure þú byrjar hægari, en síðan hægturlega þau meira og meira sem þú lest, þá getur þú farið bara, þú veist, lesið 100, þú veist, kapla á einum degi þú veist, ég get lesið svona bók bara á, þú veist, klukkutíma En þú vilt take time á þessu, já, en ég er að tala þú veist Þú sýndi mér þetta Er þetta bókinu sem þú sýndi mér síðast með hana fucking an alien Arnar er með það í tvær Tók hana heim ég lánaði honum þess að tvær Ef ég myndi vilja lesa svona myndi ég þarf að læra hvernig maður lesa því ég leifa bara sko, sure, fyrsta voljumið það er smá svona pain in the ass en setna voljumið þá svona ég veit hvernig þetta er og síðan bara hjá mér þá er ég komin á þann stað að ef ég fer að lesa venjulega teiknumsögur þá stundum ég fann að lesa vittlust og bara, býtu Þú áfnar Andrés Önd og það er where's the titties Talandi Andrés Önd ég veit ekki hvort það sé unpopular opinion en fucking kærastan hans Hvað er Daphne Duck? Daisy Duck man ekki hvað hún heitir á íslensku She got a fat behind sko She's a bitch hún er svo mikil tík bara af hverju í fokkunum er hann með henni hún er mentally og physically abusive og ég veit að Andrés var mentally og physically abusive en hann er búin að breyta svo mun meira hann er sjálfur á tak Ertu að fylgjast með þessu við? Ég fylgdist með þessu svo mikið sem krakki ég átti svo mikið að sirpum Frændi minn var alltaf með hann að þú fær nýja bók okkur viku að mánuði svona eitthvað það er bækurnar sjálfar koma á mánaðarfresti og síðan eru litlu comic book strippin koma vikulega á strípu eitthvað það er litlu svona actual mjög skemmtilegt að spjalla við beautiful Takk fyrir okkur